Góðan daginn. Er ekki allir hressir? Í dag ætlum við að fjalla spádóma Biblíunnar og draga okkur nær endatímunum. Og ég ætla að vera með fyrra erindið, Einar Gauti verður með seinna erindið. Ég er hérna fyrstu glærunnar, spámanleg atburðarás Gamla testamentisins, varpar ljósi á líf Jesú og endatímana. Og bara rifja upp með okkur að það eru 322 spádómar í Gamla testamentinu sem tala beint Jesú, beint krossfestinguna, fæðingu hans, hvernig hann starfaði á jörðinni, hvað hann myndi gera, upprisuna, krossfestinguna og svo eru líka sögur og spádómar sem segja fyrir það muni koma aftur í skýjum himins og Þannig að allar sögur í Gamla testamentinu, sagan Abraham og sagan Jósef, sagan Móse og margar fleiri sögur, þetta fyrir utan beinu spádómana, þeir getur líka leynst þarna inn í þessu, þá spegla þessir atburðir sem áttu sér stað í Gamla testamentinu, líf Jesú, þann tíma sem hann lifði á jörðinu og líka komu hans, endurkomu, ljóð, sálmar, athafnir, fórnir og fleira. Þegar við lesum í gegnum Gamla testamentið, þá er þetta mynd meðal annars upp á Jesú, margt sem við sjáum þarna. Fjórða hvert orð í Biblíunni er spámanlegt, Gamla testamentinu, og þetta er svona Biblía Gamla testamentins er það sem að frumkristnin notaðist við, frumkristnin. Þetta var þeirra Biblía, þannig að þeir urðu að sjá Jesú í Biblíunni. Og bara ein saga sem að þegar Jesús er upprisinn, bara fyrsta daginn þegar hann er upprisinn og hann hittir 2 lærisveina sem eru að ganga til Emmaus. Og hann sér þá að ganga til Emmaus og þeir eru að tala hvað gerðist þessa hræðilegu daga núna á undan. Jesús var krossfestur, hann var lagður í gröf og sumir eru að tala hans í upprisinn í dag. Og Jesús læst í för með þeim og þeir ganga cirka 10 kilometra til Emmaus, svona 2 tíma ganga eftir hvað þið gengur hratt og hvernig landslagið var. Og hann spyrði á fyrst, hvað eru að tala og þeir eru bara hissa á því að hann skulle spyrja, vistu ekki með þessar hræðilegu atburði sem voru að gerast. Og þá tók Jesús sig til og fór í gegnum Biblíuna, fór bara í gegnum þess að gyðingarnir höfðu á þessum tíma og í 2 heila tíma fór hann í gegnum allt Gamla testamentið og sýndi þeim hvernig Jesús átt að líða á krossi, hvernig hann átt að rísa upp frá dauðum og vera með að lærisveina sinna. Og spádómur eftir spádómur eftir spádómur, saga eftir saga eftir saga, sýnda þeim allt þetta sjálfan sig. Og þegar þeir koma til Emmaus, þá segja þeir við hann, það er farið að kvelda, ekki halda áfram, vertu með okkur. Jesús lætur eins og hann vilji halda áfram, en fer síðan með þeim inn og svo setja þetta til borðs og fá sér að borða. Og þá tekur Jesú brauðið og brýtur það. Og leið og hann brýtur brauðið, þá hverfur að þeim sjónum. Þeir sitja við borð saman og hann er bara horfinn. Og þá lukust upp augu þeirra, þetta var Jesú. Og það er svo mikill spenningur í lífi þeirra. Þeir sögðu brann ekki hjartað í lífi okkar meðan hann var að tala. Þeir voru bara agndofa þegar Jesús var að upplýsa þessar ritningarna fyrir þeim. Þannig að þeir taka sig upp, fara aðra 2 tíma tilbaka, til að segja sínu lærisveinum frá því hvað raunverulega þeir voru að upplifa. Þeir voru svo yfir sig komnir að gleði líka, hafa fengið að upplifa að sjá Jesú upprisinn og þessar sögursatnar væru svona veruleiki. Þannig að sögurnar allar í Gamla testamentinu og allt sem við lesum þar, þó getur verið torskilið, þá er þetta stundum svona leyndardómsfull mynd upp á það sem koma skal, ekki sagt stundum berlegum orðum, þó þetta. Þegar ég kem til himna, þegar við komum til himna, þá trúi ég því að við munum á einhvern hátt fá svona sýn eða það verður sett inn í okkur. Stundum hefur verið svo kvikmyndatjald, það tæki bara svo langan tíma, þá held ég að Guð muni sýn okkur söguna. Og við fáum að sjá þegar Móse gekk í gegnum Rauðahafið með tæplega 2 milljón manna hóp með sér, þar sem að veggir vatnsins voru kannski 500-600 metrar, þar sem að hrjúfur botnin var og þau kunni komast öll heil á húfi. Við fáum að sjá þetta eða upplifa þetta eða fá að skilja þetta og líka bara aðra sögu mannkyns. Það er búið að breyta miklu, alls konar óheiðarleiki, það er búið að setja svo mikið undir steina í dag, en hér kemur sannleikurinn allir fram. Þannig að við ætlum að vinda okkur í sögu Jósef
og aðeins að tala Jósef, og sagan Jósef mjög sterk líking upp á Jesú, og við ætlum að fara dálítið í það. Og aðeins á undan þá Jakob pabbi Jósefs, sem var mjög flottur einstaklingur, að hann eiginlega forfaðir gyðingana, má segja, þó að Abraham sé það og undan hann sá sem stofnar þessar 12 ættkvíslir með 12 sonum sínum. Og Jakob fær nafnið, hann fyrst kallað sá sem kemur í staðinn fyrir, eða fylgir og eftir, en hann fekk nafnið Ísrael. Hann glímdi dálítið við engil Guð sem við ekki tíma til að fara í, en hann fekk nafnið Ísrael. Guð sagði hérni frá myndu heita Ísrael, og þarna svona stofnin af Ísraels þjóð. Og Ísrael þýðir ríki með Guði. Og hann eignast þessa 12 syni, og konan sem hann elskaði hét Rakel, og hún var óbyrja, gat ekki eignast börn, en á síðustu dögum þegar hann var orðinn 91 árs gamall, Jakob, þá eignast hann 2 syni með henni, Jósef og Benjamin. Og hann hélt sérstaklega upp á þessa 2 syni sína, og að þetta voru synirnir sem konan hann sem hann elskaði átti, svo voru hjákonur, og svo giftist hann systir líka Rakel. En þessar 12 kynhvíslir eru svona smá mynd upp á 12 lærisveina, en bæði Jakob og Jósef, þeir voru báðir mjög sterkir og svona vandaðir persónuleikar. Þeir gengu gegnum mjög mikla þrengingar, en það var alveg sama hvað dundi á, þeir komu alltaf standandi út og treystu Guði. Það mjög merkilegt. Og við ætlum aðeins að fara í Jakob og í Jósef, ég ruglaði hann dálítið saman, þið afsakið það. En Jósef, þegar hann svona 15-16 ára gamall, þá hann sendur til bræðra sinna sem að gæta hjarðar út í náttúrunni, dálítið langt frá það sem þau bjuggu. Og hann var oft búinn að fara áður til þeirra, þeir segja hann svona 15-16 ára gamall, og hann var búinn að Jósef var þannig gerður, hann dreymdi fullt af draumum, og draumarnir ónáðuðu bræður hans og foreldrar hans, því að draumarnir voru þess eðlis að til dæmis það voru kornsekkir sem allir bræðurnir fengu, en kornsekkir bræðrana, þeir lutu allir sekkjónum hans. Og hann fekk sýnur tungl og sólina, hvernig hann var eins og sólin, og allir ætti eftir að beygja sig niður fyrir honum. Og það segir að pappans undraðist þetta, pínulítið settu ofan í við hann og sagði, byrju, hver heldur að þú sért eiginlega? En hann samt hugleiti þetta, byrju, hvað í gangi? Og en bræður hans voru mjög þreyttir á þessu, og þegar hann kemur einn dag til þeirra, og nú förum við svona bara hratt yfir sögun, áður við förum í líkingarnar, þá taka þeir upp á því saman og segja, ok, drepum hann. Hatir voru það mikið. En það Rúben æðsisonurinn sem segir, nei, köstum honum í hólu. Þannig honum kastað í hólu, Jósef, svona 15-16 ára gömlum, og svo vill svo til að það kemur svona flokkur manna framhjá og Mídíanítar, ef ég man rétt, og þeir eru á leið til Egyptalands. Þannig að Júda segir, ok, látum hann ekki deyja, seljum hann fyrir silfurpeninga. Munið til því að Júdas seldi á sínum tíma Jesú fyrir silfurpeninga. Það var annar mál, en allavega þá hann tekinn úr hólinu og hann færður þessum Mídíanítum fyrir 20 silfurpeninga og þeir halda til Egyptalands. Og þegar þeir koma til Egyptalands þá hann seldur bara á markaði og hann lendir í höndum mann sem heitir Pótifasar. Og Pótifasar var einn af lífvarðarforingjum Faró, mjög hátt settur. Og það var einhver náð sem að fylgdi Jósef, 15-16 ára gömlum, þarna hann í nokkur ár í húsi hans, og hann vex til virðingar og áður en langt liðið þá hann orðinn yfir öllu húsi Pótifasar. Ofsalega bara og greinilega með þannig hjarta sem Guð var með honum og það lánaðist honum það sem hann tók sér fyrir hendur. Þannig að hann var greinilega með rétt hug að fara, hann var ekki bitur út í bræðu sína eða hvað hann var. Og síðan tekur kona Pótifasar upp á því að því að Jósef var mjög fríður sínum og myndalegu maður. Þannig að hún fer að reyna að fá hann í rúmi með sér. Og það tekst ekki, hann segir ég get ekki svikið húsbónda minn og hún gerir þetta nokkru sinnum og tíminn líður. Og einn daginn þá gengur hún mjög hart að honum og heldur í skikkjuna og hann bara hleypur í burtu og hún situr eftir með skikkjuna. Það var enginn þarna sem hann gat séð þetta eða hlustað á, en hún tekur upp á því að öskra og æpa og starfsfólk kemur hlaupandi
og hún segir söguna þannig að hann hafi verið að reyna við sig og vilja fá sig í rúmið og hún ekki vilja það, tekið í skikkjuna og þegar hún byrjaði að æpa þá hljópa hann í burtu. Og þegar Pótífasar kemur í húsitt og heyri fréttirnar, þá er hann náttúrulega alveg gjörsamlega miður sín, fær bara að heyra aðra hliðina. Hinn er bara aumur þjónn í rauninu þó að væri búið að hefja hann upp til mjög mikill að metorða þarna í þessu húsi Pótífasar. Þannig að hann er settur í steinin, í myrkra holu og þar er hann í einhver ár. En alveg eins og í húsi Pótífasar, þá kemst hann til virðingar í fangelsinu. Og áður langt líður, þá er hann orðinn svona fangelsisstjórinn farin að nota hann sem svona dálítinn foringja þarna inni á meðal aðrar að fanga. Og svo á tímapunkti þá dreymir, sendir Faró 2 af sínum sterkum mönnum í fangelsi, byrlara sínum og yfir bakarunum, einhverju hluta vegna. Og þeir lenda þarna í fangelsinu hjá Jósef og eina nóttina dreyma þeir báðir draum, mjög svipaða drauma. Og þeir eru svona velta vöngu þegar þau vakna byrju, hvað þýða þessu draumar? Og Jósef, búinn að vera mikið að dreyma og svona nálægur Guði, hann er fenginn af fangelsisstjórunum til að reyna að túlka þessu drauma. Og Jósef segir strax, sko, það er Guð sem veit allt, það er ekki ég, en leið mér að heyra draumana. Svo hann heyrið báða draumana og ræður það báða. Hann segir að byrlarinn, hann verður leystur eftir svo og svo marga daga, og fær nýtt starf og sama starfið í húsi Farós. Og það rættist gjörsamlega. Við þann sem var bakaramestari, segir hann eftir 3 daga, verður þú sóttur og því miður lífláttinn. Og það gerist líka. Hann hafði sagt byrlaran, harðar útleggingar, en hann hafði sagt byrlaran, minnstu mín í höllinni. Svo líða 2 ár þar sem hann ennþá í þessari myrkrakompu þarna og þá dreymir Faró drauma og þetta eru svona þekktir draumar held ég sem að flestir þekkja til. Hann dreymir 7 mjög vænar kýr og aðra mjög magrar kýr. Hann dreymir 7 svona flott kornbundin og önnur mjög mögur og hann er alveg gjörsamlega ráðalaus þegar þessi mögru éta hina feitu. Og hann vaknar morgun og kallar til sín spásagnamennina og aðra ráningadraumamenn í Egyptalandi og það var enginn sem gat ráðið draumana, ekki nokkur einasti maður. Og þá segir byrlarinn, og ég held meira að þeir hafa verið settir í fangelsi fyrir að hafa ekki getað ráðið draumana. En þá segir byrlarinn, ég man eftir Hebrea í fangelsinu sem að réði drauma. Þannig að það er kallað á Jósef. Hann er snirtur til og klipptur og setti sjálfsagt í bað og fengið svona föt áður en hann kom fram fyrir konunginn. Og svo mætir hann þarna og hann fær að heyra drauminn og hann segir það er Guð að ráða drauma og hann ræður drauminn og segja að það muni koma 7 mjög flott ár þar sem þið verða að uppskeran verður mikil og svo koma 7 mjög mögur ár þar sem verður mikil hungursneið. Þannig að ef þú ætlar að undirbúa undir þetta Faró, þá skaltu ráða einn mann sem að mun stjórna þessu öllu saman, sem mun takað uppskerun og safna til mögru árana. Og Faró segir, býtu nú við, hér er maður sem er búinn að ráða drauminn, greinilega fullur visku, þannig að Jósef var bara ráðinn frá því að vera bara í svartholinu, gerður að næsta yfirmanni Farós. Þannig að hann var hans hægri hönd og Faró tók af sér innsiglisringinn, sett á hönd hans, sett hann í flotta skikkju, gull á brjóstið og svo fekk hann bestu vagna Farós og svo fór hann bara landið og skipulaði þetta allt saman. Og andi Guðs var yfir honum. Þannig endar þetta að hann nær að safna saman bara þvílíku magni af korni í borg eftir borg eftir borg eftir borg eftir borg eftir borg í öllu Egyptalandi. Þvílíkar uppskerur, á stór hlutu uppskerun sem fór í forðabúrin. Og svo koma þessi 7 mögru ár. Og við ætlum sem sagt að fara aðeins, áður en ég fer í það, þá ætlum ég að koma hérna aðeins á næstu glæru. Nú erum við búin að heyra svona dálítið söguna og þetta er bara svona Jósef, svona smá lesning hérna, hann var með yfirnáttúrulega fæðingu. Mamma hans var óbyrg og gat ekki átt börn, Guð opnaði kvið hennar og þannig að hann kom í heiminn eins með Jesú, hann var ein getinn. Hann var ekki getinn af mann og konu,
sendur af himni og kom í gegnum Maríu mey. Þannig að þeir eru báðir með svona kraftaverka upphaf, má segja. Hann var sendur með brauð til bræðra sinna sem voru að gæta hjarðarinnar. Við vitum að Jesús brauð heimsins. Hann deildi draumum sínum að ríkja yfir bræðrum sínum, foreldrum, og hann skildi verið svo sólin skínandi. Jesús konungur konungana, hann ekki af þessum heimi. Og svo höldum við áfram. Hann var í uppehaldi hjá föður sínum, fekk sérstakann marglitan kirtil. Jesús var líka elskaður af föður sínum. Kirtill hans var blóði drifinn. Hann var líka marglita eftir að vera búin að henda honum í jörðina og eftir að vera skjanna hvítur og fallegur. Honum var hafnað af bræðrum sínum. Þeir hentu honum í hóluna. Jesús kom til eigna sinnar, en hans eigin menn tóku ekki við honum. Jesús kom til eigna sinnar sem voru gyðingarnir. Hann var ekki sendur strax til heiðingjana, heldur til gyðingana. Þannig að hann kom til eigna sinnar og við veitum að gyðingarnir í stórum stíl bara höfnuðu honum, farísearnir. Lærisveinarnir voru allir gyðingar og þeir fylgdu honum og auðvitað margir aðrir. Júda leggur til, seljum hann fyrir silfurpeninga. Eins að Júdas Ískariót, einn af lærisveinunum og svo einn af bræðrunum, selur Jesú, framselur hann fyrir 30 silfurpeninga. Þeir framseldu hann og köstuðu honum í hólu. Jesú var framseldur af bræðri sínum, gyðingunum. Þeir höfnuðu honum og hann var síðar krossfestur. Hann var framseldur til Egyptalands af bræðri sínum. Jósef og María flýðu til Egyptalands. Það voru freistingar og það var logið upp á hans sakir eins og í húsi Pótifasar. Jesú var framseldur til Rómverja. Hann yfirgaf himinninn og var þjónn. Jesú var freistað þegar hann byrjaði sína þjónustu. Frammi fyrir ráðinu, þá voru lognar sakir upp á hann. Þannig að líkingin alveg ótrúleg. Jósef var kastað í fangelsi, Jesús fór á krossin. Draumur Jósefs, annar maður mun deyja en hinn mun lifa. Jesú var með 2 á krossinu sikkur megin til handar, annar sagði minnstu mín, alveg eins og hann sagði við byrlaran, og Jesús sagði sannlega segi ég þér, í dag muntu vera með mér í paradís, en hinn lést. Þannig að líkingarna þeir fyrir að skoða, og þær eru mikið fleiri. Ég skoðaði á einum stað á netinu, þá töldu við fram 64 eða 5 svona mjög nákvæmar líkingar að því hvernig þetta spilar saman. Ég ætla þá höldum við áfram. Í 1. Mósebók, þá segir þarna eins og Egyptar beygðu sig fyrir fætur Jesú, þannig mun nú allur heimur einn daginn beygja sig fyrir fótum drottins. Og í Filippibréfinu ætla ég að lesa vers sem við til með að heyra í þessu samhengi, því að þegar þessi hungursneyð kemur yfir, þetta sjöunda ár byrjar að síðar árin, þá var þetta ekki bara í Egyptalandi, heldur í öllum hinnum þekkta heimi. Það kom fólk allstaðar að til að fá vistir í Egyptalandi því að heyrst hafði að þar væri þvílík forðabúr af korni. Þannig að Guð sér þetta allt saman fyrir og allt hefur þetta svona spámanlega og þýðingu eins og við erum búin að tala núna líf Jesú. En það segir hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með það sem feng sinn að vera Guði líkur. Hann svipti sig öllu, tók á sig þjónustmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lægði sjálfan sig og var hlýðinn allt til dauða á krossi fyrir því að Guður hátt upp hafið hann og gefa honum nafn sem æðra hverju öðru nafni. Og einn dag munu öll nöfn beygja sig frammi fyrir Jesú á himni og á jörðu og sér hver tunga játa Guði föður til dýrðar að Jesús Kristur drottinn Guð. Í dag erum við búin að finna silfurpeninga eða alls konar myndir með mynd af Jósef. Hann var svo þekktur á þessum tíma og hann var svo menn óttuðust hann. Það var svona mikið vald yfir honum, hann var náttúrulega með hring konungsins og það sem hann sagði, það var gert. Þannig að þegar fólk fór að koma, þá var mikil lotning og mikil virðing borið fyrir þeim manni sem eiginlega var höfundurinn að þessu öllu saman.
og þannig náttúrulega líkami Jesú, hann sá sem að hefur allt skapað og við munum öll mæta honum einn daginn. En líka merkilegt að Jósef, þegar hann var orðinn háttu pafinn og komið við hlið faró, þá gaf faró honum konu, má segja heiðna konu. Og þegar Jesús háttu pafinn, krossfestur, upprisinn, sestur til hægri handar Guðs föður, þá eignast hann brúði sem eru heiðingjarnir. Þannig að heiðingjarnir eru talað þarna á 2 stöðum og gyðingarnir ekki beint nefndir þarna nafni. Við ætlum að færa okkur aðeins nær inn í tíman. Og sjáum við tími heiðingin frá upprisi Jesú til burtrifningarnar. Og það dálítið mikilvægt að við sumir kannski hafa aldrei heyrt þetta orð burtrifning, en tími heiðingjana nákvæmlega þannig að þegar Jesús rís upp og kirkjan hans stofnuð, þá hefst þessi tímabil náðarinnar líka. Og fagnaðarendi fer út alla veröld og við sjáum þvílíkan undurkraft að byrjaði með og það hefur alltaf verið vakningi gegnum allar aldir, en nú í dag trúi ég að verða vakning sem við aldrei fengið upplifa áður. Ég kem betur að því og eftir. En Jesús segir við sína lærisveina þegar þeir eru að spurja hann út í endatímana. Þá segir hann, 2 munu vera á akri að vinna, annar tekinn burt en hinn skilinn eftir. Þannig að Biblían talar í Gamla og Nýja testamentinu atburð sem munu eiga sér stað á einhverjum tímapunkt í sögunni, og sá atburður mun verða þannig að það munu milljónir manna hverfa á jörðinni með einu augnabliki. Það tala atómsekundu, með það bara bang, það bara allt í einu, þá hverfa milljónir manna af jörðinni í þessari burtrifningu til Jesú og himnum. Og þá tekur við 7 ára þrengingatímabil. Og þetta þrengingatímabil notar Guð til að færa gyðingana til sín aftur. Í dag eru þeir rosalega lokaðir og búin að vera í öll þessi ár. En þessi burtrifning, hún mjög merkilegt að því leytinu til að Jesús tala líka hana sem þjófur á nóttu. Sem þjófur á nóttu, við vitum ekki af því. En Jesús mun koma aftur í skýjum himins og þá mun öll augu sjá hann eftir þessi 7 ár. En þarna verður burtrifningi sem á sér stað og menn tala í Opinberunarbókinu og fleiri stöðum þessu 7 ár sem verða mjög erfið hér á jörðinni, bara helvíti á jörðu. Og við getum rétt ímyndað okkur þegar milljónir, 100 milljóna, einhverju milljarðir af fólkinu hér á jörðinni bara farið. Þarna voru bænahendurnar, þarna var fólk sem var að bæn og fasta og lofgjörð og smitaði út frá sér og allt í einu þetta fólk bara farið. Þannig að hverjir eru þá til að biðja? Og það á þessum tíma sem að gyðingarnir fara að vakna upp og augu þeirra fara að sjá, býtu, var hann sannarlega sá sem hann sagðist vera? Og þetta tímabil sem að sumir kristnir, margir kristnir trú ekki til dæmis að burtrifningin verði, bara koma hans verði þarna einhvern tímann eftir 7 árun og við göngum í gegnum þrengingar. Við Einar eigum sjálf þetta að fara alltaf betur í þetta til útskýringar svona á næsta laugardegi. Við ætlum að fara svona meira inn í þetta þá. En Ísraelsríki hefur 3 sinnum upplifað herleiðingu. Það var Babylon, það var Persía og svo síðan þegar Rómverjarnir voru. Og alltaf komið þeir aftur til þess að stofna sitt eigið ríki og Jesús sagði að þetta ætti að vera þannig og spámaðurinn talar það við endi aldana, þá mun Ísraels ekki koma aftur saman. Og það hefur aldrei gerst í sögunni að þegar menn hafa verið svona lengi í burtu í 2000 ár að þeir koma saman aftur. Að vísu hafa alltaf búið gyðingar í Ísrael, alltaf. Þeir fóru aldrei 100% í burtu þó þau farið langmestur hlut en að þeim fóru í burtu, seldir sem þrælar, hingað og þangað allan heiminn, þeir voru svo hataðir af Rómverjum. En Biblían segir á þennum síðari tímum, þá mun ég kalla saman þjóð mín aftur og það eitt táknið. Og það gerðist 1948 að Ísraelsríki var stofnað og Íslendingar áttu svona óbeinan hluta því að það yrði að veruleika með okkar sendiherra og forsætisráðherra. Þannig að 3 herleiðingar
síðasta herleiðingin orðin að veruleika og nú sá tími á jörðinni trúi ég að eins og þeir fengu að sjá 7 alveg frábær ár, þá trúi ég að áður en þessi þrengingatími 7 ára tímabil byrji, þá fáum við að sjá alveg 7 frábær ár. Það sem við sjáum þúsundir, milljónir af fólki komast til trúar, velvilja Guð og náð eins og aldrei áður, steypast yfir jörðina. Biblían talar fyrra regnið og seinna regnið. Fyrra regnið var þegar frumkristni var og allir voru að komast til trúar. Og á 300 árum þá bara breyttist heimsmyndin þar sem að kristnir fóru út. Það var písladauði eftir písladauði og mótlæti eftir mótlæti. Það var alveg sama, trúin fór út og svo í gegnum aldirnar hafa alltaf verið vakningar og sérstaklega núna á síðustu öld og núna inn í þessu öld eru gríða mikið að vera. En ég trúi því samt að seinna regnið verði þannig að það verið vakning eins og við höfum aldrei fengið að upplifa áður í mannkynssögunni. Og þetta ár, 2025, alveg sérstakt náðarár. Árið 5 talað upp á náðina og nú erum við 5-falda náð. Þannig að Guð búinn að vinna verkið, við vitum það, hann búinn að fyrirgefa öllum mönnum, þannig að nú eiga allir menn aðgang á honum, náð hans mikil, það styttist í þessa burthrifningu eða komu Krists, þannig að það verður mikið og yndislegt seinna tímabil. En þegar fór að þrengja að hjá hjá Jakob og sonunum 11 sem þarna voru og þeirri stóru fjölskyldu sem þeir áttu, það var orðin stór fjölskyldu, orðið lítið ríki. Þannig að þá eru synirnir sendir til Jósefs að fá mat, það vantaði korn. Og þegar þeir koma þangað þá sér Jósef að þetta eru bræður hans og hann lætur þó ekkert vita strax hver hann er. Hann talar við það og spyr margra spurninga. Og einn bróðurinn ekki með sem var yngsti því að pappinn vildi alls ekki láta Benjamin fara því að það var einkasonur þeirra konu sem hann elskaði, hinn var farinn og dáinn sem að Jósef var reynda lifandi. Þannig að þeir mæta þarna 10 og þegar þeir fara af stað þá leikur hann smá trikk á þá. Hann lætur þó ekki borga fullt verð, fyllir sekkina þeirra, en lætur einn þjóninn sem setja dálítið dýrmæta hluti úr höllinni í sekkina þeirra. Þannig að þegar þeir eru lagðir af stað, þá koma hermenn Farós, stoppa þá og segja, bíddu við þurfum að skoða okkur grunar. Og þá eru tekin upp úr sekknum einhverju hluti sem að þeir hafa tekið með ófrjálsri hendi sem þeir gerðu ekki. Þannig að þeir voru leiddir aftur inn í konungshöllina og þar eru þau dálítið yfirheyrðir og Jósef segir ekki ennþá til sín en hann fer að spurja það alls konar spurninga. Hvað með faðir minn? Hann segir ekki faðir minn, hvað með pabbi ykkar eða föður ykkar? Hvað með hinn bróðurinn? Og þeir undrast þessar spurningar og þoru ekki öðrun að svara öllu alveg hárrétt eins og best var getið og þegar lengra var komið þá fóru þeir að segja við sjálfa sig nú yfir reiði Guðs komin yfir okkur að því við brugðumst Jósef og allt þetta. En hann segir við við ætlum að skilja einn eftir af ykkur bræðrum og þegar komið aftur og ef þið komið aftur, þá það komið yngsta bróður eitthvað með ykkur. Og þeir fóru tilbaka og vikurnar og mánuðirnir liðu, þannig að það fór að vera hungur aftur í búðum Jakobs og strákarnir segja við verðum að fara tilbaka en þeir voru búin að segja pappa sínum að þeir yrðu að taka Benjamin með, sem hann vildi bara alls ekki, þess vegna dróstið að lokum urðu þeir að fara og tóku Benjamin með og einn af bræðrunum sagði ég legg líf mitt í sölurnar. Hvað sem gerist, ef eitthvað gerist fyrir hann þá líf mitt bara þitt skilurðu. Ég legg allt í sölurnar. Svo þeir leggja af stað og fara aftur til Egyptalands og þeir koma þangað og hitta Jósef og Jósef mjög snortinn og sýnir hugafari Jósef sem bendir á Jesú, hvernig hann fyrirgaf þeim sem voru á krossinu jafnvel og þarna hann með bræðru sínum sem svika hann og hann lætur loka öllum hurðum og sér einkabróður sinn Benjamin og hann bara fellur í grát og segir þeim hver hann er. Og þeir verða furðu losnir, trú ekki til að byrja með svo sjá þeir að þetta bróður hans og þeir iðrast og hann bara ég löngu búin að fyrirgefa ykkur og það takast á mikil vinátta og
og þeir fara glaðir tilbaka og síðan kemur Jakob með allt sitt hús því hann vil sjá náttúrulega soninn til að ljúka sögunni og hann bjó þar í 17 ár. Og þessi þjóð óx þarna og var tæpa 2 milljónir áður Móse tekur það út. Byrjuði í vellystingum, enduði í þrælbúðum. En Sakaría segir á einum stað að því að þarna koma gyðingarnir tilbaka. Það eru þrengingatímabili og það er búið að loka öllum hurðum. Þetta eru bara gyðingar þarna sem eru að koma. Og þá segir hérna á einum stað, ég mun úthella anda náðar og grátbeiðni yfir hús Davíðs og Jerúsalem búa. Þeir munu líta á mig þann sem þeir stungu og þeir munu syrgja hann eins og eitt syrgir engabarn og harma hann sárlega eins og menn syrgja frumgjöndin son, landi mun harma hver ættkvísl mun fyrir sig. Það sem Ísrael meinti til hins illa, færði Guðum til góðs. Og þannig að á þessum tíma munu þeir sjá að þann sem þeir stungu, hann er sá alvöru bróðir þeirra. Og á þessum tíma trúi ég að gyðingarnir munu sjá og augu þeirra munu opnast og við sjáum hvernig náðarfarmur Jósefs er mikill. Hann fyrirgefur bræðrum sínum og þeir sáu hann sem þeir köstuðu í gryfjuna og seldu og vildu dauðan. Nú var hann eins og upprisin og meðalegra, konungur orðinn og búin að vera í þannig hlutverki að brauðfara nánast allan hinn þekkta heim og þarna stendur hann og er bara eins og eitt bróðir þeirra. Og þannig verður að við gyðingana, þegar þeir loksins gangi gegnum sínar þrengingar, að þá munu augu þeirra sjá, innri augu sjá, að Kristur er sá sem hann sagðist vera og hann mun koma í skýjum himminsins, en þetta er þegar þrengingatímabilið byrjar. Og þannig að við erum stödd þannig í dag að við erum að nálgast endinn, það vitum við. Og við hefum verið það allan tíman frá árið 2000. Við erum ekki á þeim tíma að segja hvenær hann kemur eða neitt svoleiðis. En ég trúi því að burtryfningin sé í nánd, hvort það er 10 ár, 20 ár, 5 ár eða hvenær það er. En við erum að nálgast þennan tíma, hraðar heldur en við vitum og þá koma þess að þrengingatímabil. En það eru tákn sem munu eiga sér stað líka áður en að þessum tímapunkti kemur. En við eigum að hefja upp augu okkar og horfa til konungsins sem er konungur konungana, sem er búinn að brauðfara allan heiminn með lífi sínu og með nægtum sínum. Og þarna sjáum við mjög skýra sögu bara í Gamla testamentinu, útskýrða af veikum og aumum manni hér á jörðinni, hvað þá fyrir við fáum að sjá þetta í allri fyllingu sinna á himnum, öll smáatriðin og hvað var að gerast. Þannig að Jesús er í dag konungurinn og ástæðan fyrir því hann er ekki kominn að mínu mati, hjarta hans er svo stórt, verkið hans er svo mikilvægt að hann er að vilja að allir menn komist til trúar. Þannig að við erum börnin hans og við skulum biðja núna í lokin. Við þökkum fyrir drottin Jesús að þú ert konungur konungana. Þú hefur þegar brauðfært heiminn með krossstöða þínum og upprisu. Við bara biðjum núna í þessu samhengi líka fyrir gyðingunum. Þeir megi eignast trúna og augu þeirra megi opnast drottin. En við bara biðjum núna drottin ef það er einhver hér inni sem ekki þekki þig eða er að horfa á þessa upptöku, þá máttu biðja þessa bæn með mér og segja, góði Guð, komdu inn í mitt hjarta. Þakka þér fyrir að þú hefur fyrirgefið mínar syndir. Ég vil vera þitt barn. Gera þig, Jesú, að leiðtoga lífs míns. Þakka þér fyrir kærleika þinn til mín. Í Jesú nafni. Amen. Þá tökum við bara 5 eða 10 mínútna pásu.